daginn, kæru Vestlendingar og velkomin á úthlutunarhátíð Uppbyggingarsjóðs Vesturlands sem fer annað árið í röð fram í streymi vegna COVID-aðstæðna. Ég heiti Helena Guttormsdóttir og er formaður Uppbyggingarsjóðs. Með mér formaður nefndarinnar. Með mér í nefndinni eru Kristján Sturluson, sveitarstjóri í Dalabyggð og Jónína Erna og Sigríður Finnsen og Brynjar Sigurðsson, auk atvinnuráðgjafa og menningarfulltrúa sem okkur til halds og trausts. Verkferillinn er þannig að fagráð fer yfir allar umsóknir og metur og gefur stig eftir ákveðinni stigagjöf og það fer síðan fyrir okkur hjá úthlutunarnefndinni og niðurstaðan í ár er í raun og veru þessi, eins og í Eurovision, að við erum í raun og veru að úthluta 47.580.000 til atvinnuvega og nýsköpunar fara 13.470.000, í stofn- og rekstrarstyrki fara 5.760.000 og til menningarstyrkja fara 23.350.000. Styrkir sem ekki voru gengu út og eru þá frá 2020 til 2022 eru í raun og veru niðurfelldir styrkir í atvinnumálum upp á 9.390.000 og í menning og stofnstyrkjum, stofn- og rekstrarstyrkjum 3.800.000. Það var nú samþykkt á síðasta fundi að við myndum auglýsa eins og var gert fyrir ári síðan held ég, eftir öndvegisstyrkjum á vormisserum í atvinnuvega málaflokknum. Og þá myndi vera 9.300.000 þar í þeim potti. Það er svolítið áhugavert fyrir okkur hér í dag að velta fyrir okkur tilgangi, markmiðum og árangri svona uppbyggingarsjóðs og það er mjög mikill heiður að sjá að mörg verkefni að festa sig í sessi, hvort sem það frystiklefinn á Rifi, kvikmyndahátíðir og mörg sprotaverkefni. Og í dag sjáum við í raun og veru vissa þróun í nýsköpun í matvælaiðnaði og sem að fá töluvert háa styrki, bæði Landbúnaðarháskólinn og Breið í þararannsóknir og líftæknisetur. Þannig að maður sér í raun og veru að það er eitthvað að gerast í samfélaginu sem að í raun og veru ákall samtímans þróun á matvælasviðinu. Og eins mjög gaman að sjá að margt í sambandi við kvikmyndagerð sérstaklega að verða mjög öflugt hérna á Vesturlandi. Og auk þess, við höfum auðvitað tekið þessa umræðu stefnu sjóðsins og hvort við eigum að veita marga litla styrki eða fáa stærri og við ætlum í raun og veru á vormánuðum að fara kannski í meiri rýnivinnu svona bæði árangur og dreifingu og annað slíkt til þess að bæta vinnubrögðin og tengja það betur við áherslur uppbyggingarsjóðs og byggðaáætlunar. En ég held að heilt yfir að þá skiptir þetta í raun og veru máli fyrir margar hluta sakir. Þetta sameinar okkur sem Vestlendinga. Við erum að skoða svæðið í heild og í raun og veru líka verkefni sem ganga þvert á landshlutana og við erum að hvetja til samvinnu og í raun og veru það að hafa þetta svona rafrænt gerir það kannski að verkum að við erum betur upplýst hvaða verkefni verið að vinna á hverjum stað í staðinn fyrir að það séu bara gestir á lokuðum stað í 2 tíma og fara síðan heim. Þannig að ég held að það að hafa þetta svona rafrænt, jafnvel þó að vera ekki COVID-tími, skiptir okkur miklu máli. Og hér á eftir í raun og veru fara fram kynningar á verkefnunum og sem líka bara mjög áhugavert fyrir ykkur sem að heima sitjið. Fyrir mig hefur það verið bara mikil forréttindi að fá að taka þátt í þessari vinnu með eðal fólki en ekki síst kannski að skynja sérstöðu svæðisins og hvar skóginn kreppir og í raun og veru hvernig við getum haldið áfram að byggja upp Vesturland sem öflugan landshluta. Og bara vera ykkur að góð skemmtun. Kærar þakkir fyrir þetta, Helena. Ég heiti Svala Svavarsdóttir og verkefnastjóri Uppbyggingarsjóðs Vesturlands og ég ætla að vera kynnir í dag. Áður en við förum í að kynna verkefnin sem hlutu styrki, að þá ætlum við aðeins að keyra upp smá stemmingu og fá tónlistaratriði og það Reynir Hauksson sem ætlar að spila fyrir okkur. Gjörið svo vel. Komið sæl, Reynir Hauksson heiti ég
og verið velkomin hérna á úthlutunarhátíð Uppbyggingarsjóðs Vesturlands. Ég vil þakka fyrir veittan stuðning síðustu ár og óska þeim til hamingju sem hafa hlotið styrk á þessu ári og vonandi hvetur þetta ykkur til góðra verka á komandi ári. Ég ætla að spila hérna eitt lítið lag fyrir ykkur sem ég hef útsett fyrir flamenco-gítar. Lagið heitir Vísur Vatnsendarósu og vonandi njótið þið. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, Reynir. Glæsilegt. Næstur fær orðið Ólafur Sveinsson. Hann fagstjóri atvinnuráðgjafar hjá SSVAF og hann ætlar að kynna hvaða verkefni fengu styrki í flokki nýsköpunar og atvinnustyrkja. Já, komið sæl. Ég ætla að kynna hér atvinnu- og nýsköpunarstyrki fyrir úthlutun 2022. Að þessu sinni komu 29 umsóknir og 17 þeirra fengu styrk. Samtals var sótt styrk upp á 89,5 milljónir en úthlutað verður 13.470.000. Þetta svipaður fjöldi umsókna og hefur verið undanfarin ár. Það úthlutað 2 á ári og í hvort skipti hafa verið rétt í kringum 30 umsóknir, þannig að þetta mjög svipað og verið hefur. Stóran hluta þessum umsóknum snúa að ferðaþjónustu og það hefur verið svona líka dálítið rauður þráður í gegnum tíðina. En núna kveður við nýjan tón aðeins í þessum umsóknum sem núna fá styrk, að þar eru nokkrar sem tengjast líftækni og það mjög áhugaverð þróun og þar virðist vera mikil gróska á ferðinni. Refelsömmur minjagripir, Iceland Close-Up EHF 270.000, ný ásýnd Snæfellsjökulhlaupsins, Ingunýr Angaldísdóttir 300.000, Barnaból EHF
Vöggusett sem útsölspakki, það Barnabóli hf. 400.000. Draugabanar, það Máni Þorkelsson 500.000. Barnaleikur, vöruþróun með aðferðum leikjafræði og upplifun, það Vínlandssetur 500.000. Bætt nýting sláturafurða og nýting afurða í nærsamfélagi, það Landbúnaðarháskóli Íslands 500.000. Bílaþvottur og bónstöð, Pollur bílaþvottur eff. Það 500.000. Sætir Sauðir, Hlédís Sveinsdóttir 500.000. Áningastaðar á Merkjahrygg, Finnbogi Harðarson 600.000. Brú á hafið, markaðssetning, það Hestaland og Hestaland ehf. Sem fær þann styrk 600.000. Undirbúningur fyrir Borgarfjarðarbraut, það Ferðafélag Borgarfjarðar 600.000. Heilsa hugar og líkamar, það Guðrún Björg Bragadóttir 600.000. Vöruþróun og markaðssetning á fylgihlutum fyrir sortunnur, það Kamsós ehf. 600.000. Útibíó, Dokkvest ehf. 1 milljón. Breið líftæknismiðja, Breið þróunarfélag sem fær þann styrk 2 milljónir. Skordýr sem fóður og framtíðarfæða, það Landbúnaðarháskóli Íslands 2 milljónir. Sæmeti tilraunaframleiðsla á skipaskara, það Algó ehf. Það 2 milljónir. Takk fyrir þetta, Óli. Næst ætlum við að setja í loftið 3 kynningarmyndbönd sem að kynna ráðgjöfina sem við erum að veita hjá SSVAF og viljum við hvetja sérstaklega þá sem að sækja uppbyggingarsjóð Vesturlands að nýta sér ráðgjöfina, en við skulum láta myndina tala sínu máli. Gjörið svo vel. Frystiklefinn menningarmiðstöð, leikhús, tónleikastaður, listamannsaðsetur, hátíðasalur, þar sem að kvikmyndahátíðir og tónlistarhátíðir og fjölmenningarhátíðir hafa verið haldnar. Og svo það líka nýlega orðið social hostel, farfuglaheimili með svona félagsstarfsáherslum. Þetta byrjaði fyrir tæplega 10 árum síðan með einni leiksýningu sem að ég bjó til hérna í húsinu með hjálp sjóðsins sem hét á Menningarsjóður Vesturlands held ég bara. Og svo hefur þetta bara svona rúllað síðan þá. Ég hvet bara alla til að sækja í sjóðinn ef þeir eru með hugmynd sem að liggur á þeim og þeir vilja hrinda í framkvæmd. Af því að það held ég ekkert eins gefandi eins og að framkvæma og klára einhverja hugmynd sem þú ert með. Bara af því að því fleiri góðar hugmyndir sem komast á koppinn hérna á Vesturlandi í menningarstarfi og listastarfi, því fjölbreyttara og dásamlegra verður bara að búa hérna og það aukast lífsgæðin, þetta bara styrkir allt samfélagið. Í upphafi Kai Organics stofnað sem heildsala og innflutningsfyrirtæki á lífrænni matvöru. En fljótlega opnaði ég litla búð, umbúðalausa búð, síðan kom kaffihús
sem er unnið þar sem við erum að nýta það sem er að detta tíma til framleiðslu og síðasta deildin í fyrirtækinu sem má segja er svo framleiðslu deildin. En þar erum við að framleiða fyrir íslenska markað. Við erum að framleiða nokkuð margar vörutegundir en vinsælasta varan okkar er frækeksið sem er bæði keto, vegan og glútenlaust. Síðan erum við með vegantertur sem er þá bæði líka glútenlausar og lífrænar. Ketobrauðið okkar, eina ketobrauðið á landinu og svo tölum við ekki pastað. Við framleiðum fest pasta. Nú okkar mesta stolt er jurtamjólkin því þar erum við í algjöru frumkvöðlastarfi. Hún hefur aldrei verið framleidd á Íslandi og við áætlum að koma henni á markað í janúar. Að standa í frumkvöðlarekstri er að mörgu leyti mjög erfitt því þetta verkefnin geta tekið allt upp í 2 ár eins og jurtamjólkin sem ég er búin að vera með á dagskránni og til þess að bara geta gert þetta þá er lífsnauðsyn að fá þessa styrki frá SSV eða sóknaráætlun. Þeir hafa gjörsamlega hjálpað mér og bjargað mér og rauninni orðið til þess að þessa vöru sem ég er með í dag hafa komist á markað. Ég hvet alla til þess að sækja styrki til þess að láta drauma sinni rætast. Næst fer boltinn yfir til Sigursteins Sigurðssonar. Hann er menningarfulltrúi og hann ætlar að kynna þau verkefni sem hlutu styrk í menningarhluta sjóðsins. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Það voru margar umsóknir til menningartengdra verkefna sem bárust uppbyggingarsjóði Vesturlands í ár og það er svona eins og hefur dálítið verið undanfarið. Fjöldi umsókna og umbeðna styrkað upphæðir eru til marks það mikla kraft og frjóu hugsun sem er hjá listafólki og fólki í menningartengdum starfsgreinum á Vesturlandi. Og það er eitthvað sem okkur finnst afskaplega verðmætt að hafa í huga á þessum erfiðu tímum sem hafa verið undanfarið og ég ætla kannski ekki að fara neitt nánar út í þessa erfiðu tíma, það er bara leiðilegt að tala um það. En fjöldi umsókna sem bárust til menningarstyrkja voru alls 84 og var beðið 105 milljónir. Aftur á móti voru veittir styrki til 71 verkefnis fyrir 28.350.000 og verkefni sem fengu styrk voru Húsaskilti, Hollvinasamtök Borgarnes, 100.000. Löng helgi, Logi Bjarnason, 150.000. Kettlingar í útgerð og verslun, Guðbjörg Sæunn Árnadóttir, 150.000. Tónleikar Þórshælu, Steinunn Pálsdóttir, 150.000. Uppskjöruhátíð Karlakorsins Heiðbjartar á síðasta vetrardag, Karlakorinn Heiðbjört, 150.000. Tónleikaröð í Grundarfjarðarkirkju, Listvinafélag Grundarfjarðarkirkju, 200.000. Vetrarsýningar í listhúsinu, Michelin Bird, 200.000. Upplýsingaskilti í Borgarnesi, Hollvinasamtök Borgarnes, 200.000. Kórastarf Freyjukorsins, Freyjukorinn, 200.000. Móðir kona Meja, Sigurbjörg Tinna Gunnarsdóttir, 200.000. Örnefnasjá, Hollvinafélag Varmalands, 200.000. Þyrlurokk 90, Ólafur Páll Gunnarsson, 200.000. Rokk í Reykholti, sönglagadaskrá tileinkuð EPDB, Gísli Magnússon, 200.000. Stórtónleikar með kvennakor og hljómsveit, Kvennakorinn Ymur, 200.000. Viðburðardaskrá í Stykkishólmi, 2022, Félag atvinnulífsins í Stykkishólmi, 200.000. Afmælishátíð Amtsbókasafnsins, Stykkishólmsbær, 200.000. Menningadaskrá í bókasafni Akranes, Akraneskaupstaður, 200.000. Bílskúrinn, Heiðrún Hámundadóttir, 200.000. Gerðu þinn eigin húlahring með húladúlunni, Unnur María Máney Bergsveinsdóttir, 200.000. Hljóðupptökur á tónlist Karlakorsins Heiðbjartar, Karlakorinn Heiðbjört, 200.000. Jólatónleikar Hljómlistafélags Borgarfjarðar, Hljómlistafélag Borgarfjarðar, 250.000. Íslenska bítlið í stórsveitastíl, Stórsveit Íslands, 250.000. Hydration Space 2022, Sigþóra Óðinsdóttir, 250.000. List og list á Varmalandi, Hollvinafélag Varmalands, 250.000. Miðstöðvar og mangarar, útiskiltasýning við Breiðafjörð,
Stykkishólmsbær 250.000. Ljósmyndasafn Júlíusar Axelssonar, Safnahús Borgarfjarðar 250.000. Skotthúfan 2022, Stykkishólmsbær 250.000. Stofnun ljósmyndahóps Átthagastofu, Átthagastofa Snæfellsbæjar 250.000. Jólatónleikar líða fyrir jólum, Alexandra Rut Jónsdóttir 250.000. Sigurður Málari, Munin kvikmyndagerð ehf. 250.000. Vinnustofa listamannsins Liston, Lúðvík Karlsson 250.000. Átthagarjóður með áherslu á verslunasögu Ólafsvíkur, Vagn Ingólfsson 250.000. Ferðabók Gísla Einarssonar, samt ekki bók, Gísli Einarsson 250.000. Föstudagurinn dimmi, Eva Hlín og Heiður Hörn 300.000. Sumartónleikar í Hallgrímskirkju í Saurbæ, Jósef Gíslason 300.000. Einleikurinn Girls and Boys í uppsetningu fullorðins fólks, Björk Guðmundsdóttir 300.000. Norska húsið 190 ára, menningardagskrá í Stykkishólmsbær 300.000. Sagnamenn og konur, Vílandsetur ehf. 300.000. Norrænar stelpur skjóta, Dögg Mósesdóttir 300.000. Endurhleðsla fjárréttarinnar í Ólafsvík, Átthagastofa Snæfellsbæjar 300.000. Jólagleði í Garðalundi, Muni kvikmyndagerð ehf. 300.000. Flamingo viðburðir á Vesturlandi, Reynir Hauksson 300.000. Hidden People, Huldufólk, Sigríður Ásta Olgeirsdóttir 400.000. Uppbygging á Englandi, Gísli Einarsson 400.000. Sýningar í Sallporti 2022, Máur ehf. 400.000. Út Mela og Móa hjá Góðu fólki ehf. 400.000. Norðurlandameistaramót í eldsmíði, Íslenskir eldsmíðir áhugamannafélag 450.000. Ísland, verst í heimi, Zigzag Filmworks ehf. 500.000. Let's Come Together, komum saman, Alicia Chajewska 500.000. Skuld, Bíobúki ehf. 500.000. Endursköpun sögusafnsins, Sögustofan, félag sögu og sagnalist 500.000. Heima, Skagi 2022, Ólafur Páll Gunnarsson 500.000. Ólafsdalshátíð 2022, Ólafsdalsfélagið 500.000. Fjölmenningarhátíð 2022, Snæfellsbær 500.000. Grunnsýning byggðasatsins í Görðum, byggðasatnið í Görðum 500.000. Frostbiter, Icelandic Horror Film Festival, Lovísa Lára Halldórsdóttir 500.000. Hlaðan, Munin kvikmyndagerð ehf. 500.000. Skaginn syngur inn jólin, Hlédís Sveinsdóttir og Ólafur Páll Gunnarsson 500.000. Merking og steikun vatnaleiðar, Ferðafélag Borgarfjarðar 500.000. Páll, The Artist, Póla Bartnik 600.000. Menningarviðburði Kalmans, Kalman listfélag 600.000. Hinsegin hátíð Vesturlands, Hinsegin Vesturland 600.000. Menningardagskrá að Nýp á Skarðströnd, Þóra Sigurðardóttir 600.000. Útgerðin Ólafsvík, menning og list fyrir alla í pakkhúsinu, Sandgerðin ehf. 600.000. Númer 4 umhverfing, Ragnhildur Stefánsdóttir 700.000. Saga laxveiða í Borgarfirði, Landbúnaðarsafn Íslands 750.000. Fyrirlestrar og viðburðir 2022, Snorrastofa 750.000. Reykholtshátíð 2022, Sigurður Bjarki Gunnarsson 900.000. Alþjóðlega kvikmyndahátíðin Northern Wave félagasamtök 1 milljón. Plan B, International Art Festival 2022, Sigþóra Óðinsdóttir 1 milljón. Prinsinn, leiksýning og leikferð, The Freezer ehf. 1.400.000. iStocks 2022, Dockfest ehf.
2 milljónir. 14 umsóknir bárust til stofn- og rekstrarstyrkja til menningartengdra starfsemi. Sótt var að upphæð 30 milljónir. 6 verkefni hlutu styrk í ár fyrir alls 5.760.000 og þeir sem hlutu styrkin voru Menningarstarfsemi á Smiðjuloftinu, Smiðjuloftið EHF 700.000. Rekstur Eiríksstaða, Iceland Close EHF 710.000. Rekstur Vínlandsseturs 2022, Vínlandssetur EHF 750.000. Vetraropnun sýninga, Landnámssetur Íslands EHF 750.000. Sjóminjasafnið á Hellisandi, Sjóminjasafnið í Sjóminjagarðinum 1 milljón. Eyrbyggjusetur á Snæfellsnesi, Eyrbyggja-sögufélagið 1 milljón. Þetta var hljómsveitin Forsæla, en þau leyfðu okkur að kíkja á æfingu hjá sér og þökkuðu þeim kærlega fyrir. Þá eru komið að lokum hjá okkur, hérðan úr Mennta- og menningarhúsi Borgarbyggðar, Hjálmakletti, og við ætlum að senda boltan yfir í Reykholtsdalinn til hennar Lilju B. Ágústsdóttur, formanns SSVAF, og mun hún slíta dagskránni hér í dag. Kæra þakkir. Góðir áhorfendur, það líður að lokum dagskrár hjá okkur í dag á úthlutunarhátíð Uppbyggingarsjóðs Vesturlands. Það hefur verið mjög áhugavert að fylgjast með úthlutun styrkja og upplifa þá miklu grósku sem í menningarlífi á Vesturlandi. Það greinilegt að í vændum eru áhugaverðir menningarviðburðir, hvort sem umræðir tónleika, listsýningar, leiksýningar eða kvikmyndahátíðir. Kvikmyndagerð virðist í blóma sem aldrei fyrr, söfn og setur eru að gera mjög áhugaverða hluti og setja upp metnaðarfulla sýningar og áhugaverðir sprotar í skapandi greinum að spretta upp víðast hvar. Það sama á við þegar horft til nýsköpunar í atvinnulífi. Við sjáum að ef þeir sprotar sem hér eru að fá stuðning í dag ná að vaxa og dafna, þá þurfum við ekki að kvíða framtíðinni.
Við þurfum á því að halda að atvinnulífið dafni, hvort sem ræðir rótgrónar atvinnugreinar eins og matvælaframleiðslu eða nýjar greinar sem að hasla sér völl eins og til dæmis líftækni. Það líka ánægjulegt að sjá hve mörg verkefni sem að tengjast ferðaþjónustu að fá stuðning hér í dag, sem bendir til þess að þrátt fyrir hremmingar í kjölfarið af COVID-19 mun ferðaþjónusta á Vesturlandi vera vel í stakk búin til þess að taka á móti auknum fjölda ferðamanna þegar veiran loksins sleppir tökum. Uppbyggingarsjóður Vesturlands hefur úthlutað hátt í hálfum milljarði í styrki til ýmissa verkefna á Vesturlandi frá stofnun 2015. Sjóðurinn hefur átt þátt í því að ýmis verkefni hafa komist á legg sem skipta máli í samfélaginu í dag eða gert fyrirtækjum kleift að bjóða upp á nýja vöru eða þjónustu. Sjóðurinn hluti af sóknaráætlun Vesturlands sem tæki sem við Vestlendingar höfum til að styðja við jákvæða byggðaþróun í okkar landshluta. Í gegnum sóknaráætlun Vesturlands höfum við mótað okkur stefnu til framtíðar og sett okkur ákveðna framtíðarsýn. Á Vesturlandi hafa ný atvinnutækifæri stutt við fólksfjölgun á svæðinu. Ungt fólk sér landshlutann sem aðlaðandi kost til búsetu í kraftri góðra þjónustu, sterkra innviða, öflugs atvinnulífs og menningarstarfs. Aðgengi að náttúruperlum gott og laðar að gesti og íbúa. Vesturland til fyrirmyndar í sjálfbærni, umhverfismálum og nýtingu auðlinda. Þarna viljum við vera eftir 2 ár. Og áhersluverkefni sóknaráætlunar og styrkveitingar og uppbyggingarsjóði færa okkur í átt að þessari sýn. Að lokum vil ég nota tækifærið og þakka öllum þeim sem hafa komið að vinni við úthlutun úr sjóðnum. Úthlutunarnefnd, fagráði og starfsfólki SSV. Ég óska styrkum innilega til hamingju og þakka þeim hugmyndaauðgi og viljan til að láta gott af sér leiða og gera lífið áhugaverðara fyrir okkur öll hin. Gangi ykkur vel.